þessu myndskeiði ætla ég að fara í lið 11 á blaðsíðu D22 í verkefni 26 matur. Ég ætla að fara í kafla 4, æskileg samsetning fæðunnar, og hérna í kafla 4.3, kolvetni og trefjar, ætla ég að setja textann hér fyrir neðan næringarefni efri mörk fyrir fullorðna og dag, setja þennan texta hér í blokk og ég ætla að stilla dálka. Það er í home, paragraf og tabs. Og fyrsti dálkurinn er stilltur á 4,5. Það er uppfyllimerki, hérna lítir, og það er með 2 hérna punktalínan. Ég smetla á set. Og næsti dálkur er á 5,5 og hann er bara á left, ekkert lítir og set. Og síðasti dálkurinn er stilltur á 9 og hann er hægri stilltur, right, set og OK. Og þá sjáum við hvernig þetta kemur út hér. Sjáum það hérna á reglustikunni ef við hafið hann að virka view og ruler. Þá er punktalínan hér 4,5, vinstri stilltur 5,5 og hægri stilltur á 9. Við ætlum að fara hérna aftast í skjalið og setja þann dagsetningu þann dag sem að þið skilið ritgerðinu eða verkefninu og nafnið ykkar skrifið hér og skáletrið. Og það er regla að ef verkefni er skilað á pappír þá skal undirrita með penna fyrir ofan nafnið ef þið prentið út verkefnið. Undirskriftin er nokkurs konar staðfesting höfundar á að hann hafi unnið verkefnið heiðarlega hvað varðar öflun og meðferð efnisins, en undirritun kemur ekki í staðinn fyrir merkingu á titilsíðu, forsíðunni. Ef verkefni skilar rafrænt þá er undirskriftin skáletruð og ég ætla að vista.